Má ég heyra ef það heldur í þér lífi að vakna hverju morgni og þú setur þig í gírinn. Baráttan grasið eða baráttan síkið. Skagafjörður stendur alltaf sína Sæll Árna, velkomin í stólinn. Takk fyrir. Við ætlum aðeins að kynnast svona persónunni á bak við þjálfarann. Kynnast þessu mannlega. Ekki það að þjálfarinn sé ekki mannlegur, en til að kafa pínlítið dýpra. Já. En ef þú byrjar kannski aðeins að segja okkur bara hvaðan þú ert og svona. Já, ég er sem sagt fæddur og uppalinn í Borgarfirði, Reykholti í Borgarfirði. Og föðurættin mín er öll þaðan og móðurættin mín er frá Höfn í Hornafirði. Var alltaf aðeins þar líka. Og já, þannig það er kannski svona hvaðan ég kem, sko. Ég er búinn að vera eiginlega það lengi síðan ég var 16 ára, svolítið. Ertu alveg upp í Reykholti? Já, alveg í Reykholti og ég þar fyrir utan, ég fór hálft til mömmu á Hornafjörðu, annars var ég bara í Borgarfirði. Og já, svo bara, þú veist, engin framhaldsskóli í byggðarlaginu þá og þannig að þá fór ég á Akureyri í körfubolta og spilaði fyrir Ágúst Guðmundsson, pabba Júlla til dæmis. Þannig að þegar Júlli var pínkulítið gutti af æfingum þá var ég að spila hjá Gústa. Já. Þannig að það hefur verið körfubolti á Reykholti líka? Já, það var, þú veist, og bara verið í svo sem bara, þú veist, það er ekkert frábær aðstæður, lítið hús, en pabbi er búinn að vera að þjálfa þarna mjög lengi ásamt öðrum og komið svona ágætir leikmenn og bara ágætis íþróttamenningar um tíðina. Fengum í raun og veru bara mjög gott íþróttalegt uppeldi þarna, þó svo að, eins og segja, þú veist, aðstæðan ekkert eitthvað glimrandi, en það var gert vel með þetta og komið þarna bara að slatta krökkum, bæði þjálfarar eða, þú veist, krakkar sem eiga landsleiki í boltaíþróttum eða hafa gert eitthvað einstaklingsíþróttum, þannig að það hefur verið svona mjög góð íþróttahefð. Og vill körfubolti? Já, í raun og veru körfubolti, fótbolti, sund, frjálsar, kannski helst, dans. Líka, þannig að þetta er svona verið svolítið fjölbreytt með svæðið. Og svo fyrir að spila á Akureyri? Já, ég spila á Akureyri smástund, 1 ár kannski og fer í svona skiptinámadæmi til Bandaríkjanna og fer líklega eftir það á Hornafjörð að þjálfa. Ég hætti mjög snemma að spila og fer í raun og veru í þjálfun þá þegar ég fikk símtal um daginn, þessu 20 ár síðan. Við ákveðum að starta körfubolta aftur á Höfn. Já, það var svona það sem ég byrjaði að þjálfa. Já, ok. Og byrjaði þá strax að þjálfa meistaraflokk? Já, og svo var eitthvað svona, þú veist, að reyna eitthvað að sprikla með þá. Þetta var svona, kannski ekki á hæsta levelinu, en kannski náði í svolítið að það eru svona flottir foreldrar sem koma að þessu og flott fólk sem eru enn þann dag í dag viðlóðandi þetta lið sem í bara harðið baráttu að komast upp í Östudeild. Þannig að það var mjög skemmtilegt að svona hafa átt þátt í þessu upphafi. Þess að ég hef komið nálægt þessi mörg af þarna, en ég svo sem átti þátt í kannski að ná einhverju fólki með þeim í lið sem að síðan dreifði þetta áfram. Og hvað svo? Hvernig þróaðist svo þjálfarferillinn? Sko, frá Hornafirði fer ég á Selfoss. Og ég er þar í 2 ár, Brynjari Kalli, hjálpaði honum í akademíunni þar og það er mjög lærdómsríkur og skemmtilegur tími og eftir það fer ég til Danmerkur held ég og er þar í 9 eða 10 ár. Þannig að er þar að þjálfa og með hennar konunni í námi. Já. En þú hefur verið þjálfari bara alla þína fullorðinsævi? Já, í raun og veru hef ég alltaf eitthvað tengt körfubolta, eða bara, já, frá að ég var 18 ára kannski. Já. Það verður að vera svona, já, stærstu hlutin af lífinu og oftast bara að vinna. Og helvítis forréttindi, sko, og bara vera að vinna við eitthvað boltaleik, sko. Já, þetta er aðeins meira það. Já, þetta er samt í grunninn bara leikur. Já. Og ég segi forréttindi að fá að vinna við það, það er ekki sem svona hefnis. Aldís ekki. Hvað myndur segja að vera svona stærsti munurinn á því að vera að starta einhverju, eins og þú hefur upplifað bæði Hornafirði og Selfossi, og síðan koma inn í svona rótgróið, eða allavega svona... Ég sko, þú veist, kannski erfitt að segja, þetta er startup á Hornafirði og þegar ég er 19 ára, ég veit ekki neitt hvað ég er að gera. Og þú veist, við fengum bara að hlaupa okkur hornin, það voru bara, fólk var bara ánægt að það væri allt einhvern annað en búið en bara fótbolta og fimleika. Og þú veist, og hefðum örugglega verið bara bremsaðir af í dag, þú veist, við vorum bara 18-19 ára að fara með, þú veist,
10 krakka suður til Reykjavíkur heila helgi og sjá um gistingu og passa upp á þau og þú veist, örugglega bara hlutirnir ekki, þú veist, það var örugglega ekkert guddalega í dag hvernig það var þarna. En þannig að þú veist, það var kannski, ég veit það ekki, maður vissi svo mikið hvað var að gera, bara hlutum vaða og fór einhvern veginn, sko. Svo sko á Selfossi, þá er ég miklu meira bara að hjálpa Brynjari Kjallar sem aðstoðarþjálfari, sko. Ég kem mjög lítið að félaginu, það er þetta talsvöld munur bara, það hefur gerst síðan þá, þú veist, maður búinn að vinna hjá nokkrum öðrum félögum og þetta er svona, þú veist, líka bara körfuboltinn í Íslandi búið að breytast gríðarlega á þessum tíma, þannig að þetta er orðið bara miklu meiri fyrirtæki þessi stærstu lið á Íslandi. Akkurat. En ef það er annars þessi uppbyggingarstarfsemi í gamla daga og svo það sem er núna, en svo í millitíðinni þá ertu í Danmörku. Já, ég fer hann í Danmörku að það er í sko annaðhvort 9 eða 10 ári, þú erum ekki alveg að fara með það. Og ég þjálfa svona low budget lið í Árusum og er þar með svona koma akademi sem varð seinna bara mjög flottu svona uppbyggingarliði sem heitir í dag Bears Academy held ég. En var síðan að vinna með liði í efstu deild í Danmörku bæði sem aðalþjálfari og aðstoðarþjálfari sem var svona low budget lið og svo fluttu við einhvern tíma á þessum tíma yfir á Fjón þar sem ég fekk að þjálfa Svanborg og það var svona aðeins stærra, aðeins betra félag en ég hefði verið í Árusum og það var líka mjög lágreisríkur tími sko og þá vorum við líka með eitthvað svona boarding skóla sem heitir þessi eftirskóli sem system í Danmörku, það er Valur eftir 10. bekk. Þar var ég með var ég bæði með Craig Pedersen sem er landsliðsþjálfari í dag og Jeff Cotilla heitinn sem var gerði Snæfjallabikarmeisturum og var margir hérna á Íslandi sem þekki hann vel. Hann var með þeim þar. Já, þetta var svona tíminn áður en ég kom síðan heim og fyrir Garðabæinn sko. Og hvað svona tekurðu með þér úr þessu danska umhverfi? Hvaða þekkingu eða reynslu eða lærdóm? Þetta er svona, þú veist, bara hvert ár í þessari þjálfun gefur þér eitthvað nýtt og gefur þér eitthvað svona ný tækifæri til nýja hluti til að læra og upplifa. Þú veist, ég var svo sem nánast held í allan tíman sem ég var í Danmörku og var annað með yngri landsliðum hjá Dönum eða landsliðum hjá Íslandi. Þetta var orðið svona bara, þú veist, það rúllaði bara ár eftir ár og þú veist, maður var öll sísónin sko. Allan veturinn og svo inn í sumar varst í landsliðsstæðnum, þannig að þú veist, það var bara svona, ég veit ekki hvort ég geti tekið eitthvað eitt út úr þessu, þú veist. Og þetta var svo langur tími að það er svolítið mikið sem breyttist þarna á þessum, já, einhverjum 9-10 árum sko. En bara, veist, eins og ég segi, þetta er þjálfun bara byggið þér reynslu úr hverjum einasta vetri, alveg sama hvar þú ert staddur sko. Akkurat. Já. Og í Danmörku þar varstu að þjálfa góðkunningja okkar. Já, Góðkunningja Hóðunars. Góðkunningja, já, og Axel Kárason. Ég hefði verið með Axel í aðlandsliði karla þegar ég var aðstoðarþjálfari þá og hann var að spila í Velurúsi og vildi eitthvað að skoða sér til hreyfings og meðan hann var að klára hann á dýralæknum. Þannig við fengum hann yfir til Fjónar til okkur. Þar sem hann spilaði 2-3 ára eitthvað svoleiðis og við áttum alltaf og höfum alltaf alla tíð átt bara mjög vel saman þú veist bara og þannig báðir svona utan á landi og tengdum svona með svipaða hluti og bara urðum miklir vinir og ég til dæmis kom og heimsóttum hann einhvern tímann fyrir 3-4 árum þá kom ég var hérna hjá honum 3-4 daga í Skagafirðinum með fjölskylduna og bara, já, ég sá allir sem bara þekkja Tindastól, þekkja þennan mann bara einu góðu held ég. Það var mjög gaman að tækifæri til að kynnast honum sko. Og eins og núna þegar ég komin inn á norður, ég er duglegur að fara fram eftir í pottinn og ég og hann og Jóhannes og förum þarna og ræðum heimsmálin og förum í pottinn í Varmahlíð. Þetta eru skemmtilegir menn. Og svona þægilegt fyrir flutning að þú veist, ég var bara að kynnast talsvert af fólki í gegnum Axel, þú veist, Jóhannes eða Maggi eða þessi svona strákar hann úr blönduliðinu svolítið og svona hópur sem ég þekkti í gegnum Axel og það var þannig að þegar ég var að þjálfa í Garðabæinn þá komum við alltaf degi á undan og gistum á Hótel Varmahlíð og hjá Stefáni Gísla
og þú veist, þannig ég var að byrja, þú veist, Jóki kom alltaf að mér eftir og við hittast kvöldi fyrir leik og sátum og kjöftuðum og sögum, þannig að þú veist, það var mjög þægilegt þegar ég flytt hingað að það var alveg talsverður hópur af guttum sem ég þekkti, sko, þannig að þetta er mjög þægilegt. Hvað máli heldur það skipti í svona samfélagi? Eða koma nýtt inn í svona samfélagi? Þú veist, það er bara, held ég, þú veist, hvað ég segja, bara þægilegt, þú veist, ég flutti hérna einn fyrst, konan og krakkarnir komu um áramótin og það er bara mjög þægilegt, þú veist, þegar þú koma heim í tómt hús að kvöldi til og þú getur hringt í eitthvað sem þú þekkir og farið og, þú veist, hort á eitthvað leik saman eða eitthvað, þú veist, ekki alveg einn, sko, ekki það að það var nú kannski bara fyrsta vikan, þú veist, samfélagið er búið að taka mjög vel á móti manni og ég bara verið mjög auðvelt að komast inn í hluti hérna, þú veist, það er alveg að hreinu, fólk er rosalega, þú veist, sem ég sagði ykkur fyrir sunnan, sko, hérna er það þannig að fólk gefur sig ennþá að fólki. Þetta er nógu lítið til þess og það gerir það verkum að það er mjög auðvelt að koma í samfélagið. Það er bara, þegar þú ferð í pottinn og kemur fólk og gefur sig að þér og tala við þig eða út í skaffóið eitthvað og þannig að það hefur verið mjög auðvelt, sko. Og líka bara, þú veist, svona, talað auðvelda hluti, þú Sigríður Inga, ég þekki hana vel frá mínum tíma hjá KKÍ, þegar þeir eru með landsliðinu, þá var hún hérna, var hann að starfa þar og hún hjálpaði mér mjög mikið líka þegar við vorum að koma hérna, sko, hún passaði svolítið með skóla og passaði allt og það var svona þægilegt, þú vissir alltaf hvert maður ætti að leita, maður stóð aldrei á gæti. Og er fjölskyldan að upplifa þetta líka? Þú kemur inn í þennan svona vinahóp sem þú búin að mynda, en er fjölskyldan að upplifa þetta líka? Já, bara, þú veist, þetta er búið að vera mjög auðvelt, bæði skólinn, finnst mér bara ótrúlega flottur, grunnskólinn hérna, og það er vel tekið á móti krökkum, það er greinilega bara, þú veist, að kunna þetta og passa upp á þessu gert vel. Þannig að ég held að þau öll saman geta ekki kvartað neitt yfir þessu, þetta er búið að vera bara mjög, það er bara eins þægilegt og það er að flytja með 5 manna fjölskyldu að kanna, sko, þú veist, það er bara, þetta er búið að vera mjög lítið af vandamálum, þetta er búið að vera miklu auðveldari en heldur. Já, áttu von á fleiri áskorunum? Nei, veist, maður var bara tilbúin að þetta myndi ekki ganga smúð, sko, þú veist, það er bara, það er alls ekki búin að vera raunin, sko, þetta er búið að vera ótrúlega einfalt, ég held að það er. Þetta er samfélag sem tekur vel á móti þegar vel gengur. Hefurðu finnurðu tenginguna inn í körfuboltann og samfélagið? Já, þú veist, fólk vill alltaf tala eitthvað um körfubolta en fólk er líka alveg tilbúið að tala um eitthvað annað. Þú veist, það er bara, þú veist, ég hef áhuga á fleiri hlutum um körfubolta. Þannig að þú veist, mér finnst ótrúlega gaman að hitta einhverja kalla sem heldur sjós og heyra hvernig það er gengur við, að fara í fáin varmabíð og hitta einhverja bændur og sjá hvað er að frétta af þeim, þú veist, það er hérna, og svo vill bara fólk heyra hvað er að frétta hjá mér, sko, þú veist, bara, þetta er bara eðlilegt og hérna, þú veist, og mér hefur meira svo, þú veist, við áttum erfitt rönn í janúar, það gekk brösulega hjá okkur á tímabilið, töpum 2 leikjum stórt og töpum leik heima naumt og töpum í Evrópu og töpum í Undanúrslit bikarhelgi, við tapaði 5 leikjum eða eitthvað í Evrópu, nei, í janúarmánuði og hérna, þá var ég samt ekki vitni af þessu sem maður er búinn að heyra að hér verði allt mjög fjandsamlegt. Það er ekki upplifun mín. Það er miklu frekar að fólk hafi bara verið hvetjandi og meira sér fekk bara símtöl frá bara háttmenntu fólki sem bara, þú veist, heyrðu, ákveðin gakk og við erum á réttri leið og ekkert vandamál. Þannig ég hef ekki ennþá upplifað þessar nornarsögur sem fólk talar um að hér verði allt alveg ómögulegt þegar að tapast eitt við leik. Það hef ég ekki sinn. Þú veist, fólk er ekki saman og fólk vil ná árangri en ég hef ekki upplifað þetta sem að þetta er svona hálfgerð draugasögur. Já, það veit. En þegar vel gengur, upplifir það? Breytingu þá? Nei, ég veit það ekki. Þú veist, þetta er búið að ganga fyrir utan þarna, þetta rann okkar í janúar, þetta er búið að ganga stórslisvalaust og hérna er bara svona lítil dramatík, sko, þú veist, já, bara fólki er ekki sama og fólk vil tala um körfubolta en fólk vil líka tala um aðra hluti og hérna, þetta er bara búið að vera mjög... Heldurðu að sé það að það er lítil dramatík í gangi eða heldurðu að þú einhvern veginn kannski náir að útiloka það eða hunsa það einhver liti? Ég veit það ekki, sko, ég ætla að, þú veist, ég breyti ekki deginu mínu með töfni eða vinnum, þú veist, það er sama rútína og gera sömu hlutina og hérna,
Þannig að ég held að það væri allt á hliðinni, þá væri ég ekki búinn að ná útilokað, þú veist, ég hefði örugglega komið til mín. En ég held að kannski líka bara komin reynsla í samfélagið. Það er kannski, þú veist, það gæti verið, ég veit það ekki. Það er eitthvað sem mann hefur dottið í hug, þú veist, það er búið að ganga mikið á, það er búið að ganga vel og eins og sem mér hefur þótt það bara nokkuð svona þægileg sigling, sko. Áður en þú komst hingað, þekktur að Tindastól öðru sér heldur en bara móteri, eða þú veist, hafður einhverja aðra reynslu af? Nei, kannski einhverju leyti, þú veist, vissi ég svolítið hlutina, það var í kringum, þú veist, menn eins og Sela og Jóka og Magga og sérst Ráka, þú veist, leiknaður og, þú veist, áhandi og styrktaraðili og eitthvað svona, þú veist, við höfum alveg hist og spjalla og svo ég fleira fólk hérna í kring, þú veist, eins og Sigríð Ingu og Rúna Birgir, þetta er allt fólk sem ég þekkti mjög vel áður en ég kom. Þannig að, þú veist, ég hafði einhvers konar hugmynd hvað ég teldi þetta að vera og hvernig ég teldi þetta eiga að vera. Þú veist, það er kannski það sem að, þú veist, þegar þetta kom upp, þú veist, þá hafði ég svona einhvern veginn hugmynd hvernig ég myndi vilja þetta myndi líta út. Þetta verandi liðið, verandi Tindastóll körfubolti, þú veist, það finnst að vera, þú veist, við förum bara yfir svona, þú veist, skoða bestu leikmenn í sögu Tindastóls, þú veist, þeir sem eru þarna upp á Rjári, þú veist, treyjurnar, þú veist, þeir eiga það allir saman með þetta að vera duglegir, ósjálflíknir, liðsmenn, þú veist, þetta samfélag er ennþá þannig að þú veist, hér snýst þetta þú veist, mjólk, kjöt og fisk, þetta snýst að þú þurfur að vinna og þú þurfur að leggja þig fram og þegar að samfélagið er þannig, þú veist, þetta eru meira og minna bændur og sjómenn í raun og veru í grunninn eða einhver afvegaleidd störf út frá því. Þetta er duglegt fólk, þú veist, þú kemst ekkert upp með þetta öðruvísi, þú veist, með mikið af byggingafyrirtækjum hérna og það er duglegt fólk sem vinnur í þessu, þetta eru fáir í skyrtu á baku borð allan daginn og þetta fólk kemur á leiki og það er alveg á hreinu þegar þetta fólk kemur að horfa á Tindastól þá vill það sjá sín einkenni í liðinu og ég held að fólki hérna sem haldi með Tindastól, þú veist, það vill koma og þú veist, þegar þeir horfa á lið þessi, þú veist, þegar ég fengið tækifæri þá væri ég all-in alveg eins og Axel eða Helgi Hrafn eða Helgi Matthías eða Kári Mar voru þegar þeir spiluðu og þess vegna finnst mér liðið þurfa að reyna að samsvara þeirri mynd, það er samfélagið. Það var svona kannski, hvað segja, þessi hugmynd eða þessi sýn sem ég hef á. Sjálfsmynd samfélagsins er svo nátengd sjálfsmynd eða ímynd liðsins. Já, bara algjörlega. Og þú veist, við höfum alveg talað myndin í liðinu og gert hluti til að reyna að benda á þetta og þú veist, reyna að tengja okkur við, þú veist, við erum ekki að gera eitthvað annað eða við erum ekki að vera utan þetta. Það er alveg eitthvað sem við erum mjög með þetta. Og höfum reynt að vinna bara með, þú veist, bæði bara gegnum hluti sem við gert utan allar, þá við tölum í leikjum eða slíkt, sko. Finnst þér þú vera, þú veist, er þetta eitthvað sem hefur verið gangandi í gegnum þinn þjálfaraferil eða ertu að móta þig eftir ímynd eða sjálfsmynd? Þetta er eitthvað sem að ég, þú veist, nei, þetta er kannski eitthvað nýtt, þetta er kannski eitthvað af því að, þú veist, mér hafði lengi langað til að koma og þjálfa hérna og það hefði bara aldrei verið réttan tími til þess og þú veist, bara ég held að, þú veist, Stefán Jónsson hringdi mig fyrst fyrir, þú veist, 12-14 ára eða eitthvað, ég veit ekki hvað, þú veist, held að það hefði verið hérna þegar ég man ekki hvað það var, hvort það var þegar Finnarnir voru látnir fara hérna á þessum tíma eða eitthvað, sko. Og þú veist, og þá einhvern veginn, þú veist, fekk maður einhverja hugmynda einhverju og þú veist, maður hefur einhvern veginn aldrei fængið að fara í burtu heldur frekar gerjast. Þannig að þegar tækifæri kom núna og það gat gengið upp, þá er það ekki hægt annað en að hoppa það, sko. En eins og segja, nei, þetta er ekki eitthvað sem ég hef alltaf hugsað þegar ég hef farið í félög að það þurfa að, þú veist, vera spegilmynd af samfélaginu eða eitthvað svoleiðis. En það held ég að þetta samfélag sé aðeins öðruvísi, heldur mörg önnur kraftsamfélaginu. Þetta er þessi nándin, þú veist, ég held kannski, þú veist, þetta er smábæra stemmingin, þetta er kannski Grindavík og Þór eða eitthvað Þorláksson sem geta haft þetta, þú veist, Snæfell hafði þetta pottþétt á sínum tíma. Ísafjörður þegar þeir voru, þú veist, ég sé að, þú veist, út á landi aðeins lengra í, þú veist, kannski er Þór orðið á stórt eða kannski er
Sem ég held að sé Snæfell, Ísafjörður, þessi það vita allir hvernig körfuboltaleiðin gengur, þú veist hverjir allir eru, það vita allir hver þú ert, lítið samfélag. Það held ég þetta sé mikilvægara heldur en, þú veist, í Reykjavík þar sem þú getur bara keyrt yfir í næsta hverfi eftir leik já. Þannig ég held að sé aðeins öðruvísi hérna á þessum stöðum, ekki bara hér, heldur á minni stöðum á landi sem lengra frá stórum dreifbýlisskjölum. Nú hefur körfubolti verið dálítið lengi hérna og þú veist, karlalega og svo erum við að byggja upp þetta kvennalega og svona og þetta svo rosalega mikið einmitt svona þetta er eitthvað gott að integrata því í samfélagi. Af hverju heldur að þessu samfélagi hafi tekist að gera þetta svona sjálfbært til lengri tíma? Góð lið, metnaðarfullar stjórnir og þú veist, þetta er entertainmentið á svæðinu. Þetta og leikhúsin ykkar og kórarnir ykkar. Á veturna er þetta entertainmentið. Svo kemur þarna smá, einhver örfóþarflót. Það er entertainmentið á svæðinu, eða skemmtunin á svæðinu. Og með því að vera með lið sem er samkeppnishæft, þá er það þetta sem að svona og líka, þú veist, er samfélagslega nánd, þú veist, fara að leiki fyrir sunnan og þarna hittist fólk og hittast ættingjar eða vinir sem að hittast aðra hverja viku á útileikinu og þegar þetta tengingin við heima. Eins og segir þetta kannski lykillinn sé að vera alltaf með gott lið þegar þú veist, það vilja allir vera í kringum lið sem vinnur. Það vill enginn vera í kringum lið sem að tapar. En já, talandi um þessi entertainmentið okkar, þetta er hringleikahúsið í bænum, eins og Skáldi sagði. Hvernig upplifir þú hingað til sem hafandi það verið sem gestur úrslitakeppnis stemminguna? Ég hef aldrei spilað leik í úrslitakeppni Síkinu, hvorki sem þjálfari Tindastóls né þjálfari gestaliðs. En þú upplifað hana sem áhorfandi? Já, í fyrsta skipti þeirra og bara, þú veist, þetta er bara uník, sko, þú veist, HM er geggjaður og stuðningsmannafjöldin, þú veist, bæði, þú veist, líka það er eitt hérna, þú veist, kannski er það bara hvað er mikið að svona, þú veist, hefð fyrir að semja vísur, sko, þú veist, það sést alveg, þetta er oft kannski svona þegar að fara í þessar gamansömu texta andstæðinga eða eigið liða, svona yfir vandaðasta verki heldur en annars staðar á landinu, sko, það ég held að sé eitthvað svona, þú veist, þegar hann átt talsvert af tónskáldum í gennum tíðin, þannig að ég held kannski að þetta sé eitthvað sem tengist inn í það, en það er alveg, þú veist, áður en ég, þú veist, þegar maður var að þjálfa ykkur annars staðar, þá var þetta alltaf uppáhalds völlurinn minn að koma á sem gestaþjálfari, sko, bæði því að, þú veist, þú fórst alltaf degi undan og það var svona öðruvísi rytmi í þessu og svo hafði ég alveg ógurlega gaman að hafa moldusina fyrir ofan mig. Mér finnst það ógeðslega gaman og ég gerir þetta bara alltaf í kvennaleikinn, þá fer ég alltaf að standa við hliðina á hana, mér finnst þetta helviti hneyknir. Já, þú er ekkert beðið að færa sig? Yfir til mín? Já, eða... Nei, því ég sé það bara svo oft láta eitthvað gauður að spóla yfir sig, sko, ég held að það geti bara verið kostu fyrir okkur að hafa á hann sko. Já, heldur það hjálpi? Já, pottþétt, sko, maður hefur séð menn missa hausinn við þetta og sá maður til dæmis í Evrópukeppninni bara að það voru þarna menn sem voru ekki undir þetta búnir. Já. Heldurðu að þetta, sko, áhrifin sem þetta hefur, þetta hvetur okkar, heldurðu þetta hafi áhrif á mótherjana? Ég veit það ekki. Ég held bara alltaf að það býr bara til uppláðinni sem að leikmenn bara búa að allavega við samt sem gestalið ekki, sko. Þetta er bara sjálf á hreinu. Þetta skiptir ekki alveg, veist, ég veit ekki hvort að mönnum, þú veist, það eru leikunum sem mann líður illa og spila illa þegar ég vanir þessu, það er alveg báttið, sko. Og kannski eru einhverjum mótherjar sem líður betur að spila þetta, þú veist, þeir elska þetta. Já, en ég held að aðalega er þetta bara, veist, þetta er svo sérstætt og þetta þetta er upplifun að fá að taka þátt í þessu held ég og bara mikil tilhlökkun að bara verið þetta í vikunni, sko. Þetta er svona einhvern veginn vaxið frá bara milli ára, þá er þetta einhvern veginn bara stækka og verður einhvern veginn bara meira og meira og heldur að leikmenn verði einhvern tímann, samdauna, hættir þetta að hafa áhrif? Ég held að þetta er nú kannski ekki alveg svona over the top alla deildarleiki og allt í vetur, en ég held að þetta væri svona frá fyrsta æfingarleik út sísonið, já, það verður menn örugglega samdauðin, það er bara eitthvað sem við vorum kannski að díla við í vetur á einhverjum tímapunkti. Það var krefjandi að keppa alltaf,
við erum aldrei held ég líkamlega þreyttir, en það var stundum svona bara það er leikur og það er leikur og það er leikur og það er bara Groundhog Day hérna, vídeófundur og leikur, flug, vídeófundur, leikur og hérna, ég held að sinna það allt í lífinu að þú gerir eitthvað of oft að vera leiðikennt, en hérna, eða alltaf þú verður einmitt samdæmis, en þegar þetta tekur alltaf einu auka kipp í úrslitakeppni, þá held ég að sé engin hætta á því að mann verði samdæmis og því að þetta gerist kannski max 9 sinnum á ári. Finnst þér eitthvað vanta? Eitthvað sem þú veist, þegar ég hef ekki upplifað þetta kannski að eigin skynni, þá áttaði ég mikið á því, sko, og þú veist, svo þegar leikurinn byrjar, þá líka bara ferðu þangað, sko, og tekur ekki alveg eftir hinu. Það verður svona noise. Talar aðeins um svona erfiðan janúar. Og það er kannski að draugasaga, en það er svona tilfinning að við eigum dálítið oft erfiðan janúar í Tindastól. Hvað heldur að valdi því? Ég held að það sé kannski tvíþætt, sko. Ég held að einn hlutur er að menn getur talað sinn á alls konar hluti og ef þú síðan skoðar eitthvað tölfræði eitthvað, þá er það ekki alveg alltaf satt. Bara, þú veist, ég kom inn á, við byrjuðum einhvern leik, áttum vondan þriðja leikluta á móti einhverju liði, sko, það var alveg, þetta er bara típist Tindastóll, alltaf vondur þriðja leikluti. Og þú veist, ég svona, ok, þetta er eini af síðustu 10, sko, en þetta voru að vonda fyrstu leikluta eða eitthvað svona, þú veist, en að því að það gerðist einhvern tímann 2-3 röð, þá ákveður fólk að það sé alltaf svona. Og ég held að það sé kannski einhverju leyti, þú veist, með þetta sem menn eru búin að ákveða með janúar, það gangi ekki upp í janúar hjá Tindastóli, þú veist, einhvern tíma voruð, þú veist, 11 áramótin og gekk illa eftir áramót og eitthvað svona. Þú veist, ég á samt unnið við einhverja 4 deildarleiki í janúar, sko. Þú veist, það var held ég ekki verra en það. Og við unnum Evrópuleika ef ég man þetta rétt. Og svo erum bara, þú veist, keppum bara gott KR-lið og töpum með Tindastóli. Það voru 2 mjög slakir leikir í janúar. Það var Keflavík úti og Stjarnan úti. Þú veist, hitt er, þú veist, töpum með 1 stigi, þú veist, töpum í framlengingu fyrir Val, töpum með 2 stigum fyrir KR. Og ég man ekki hvort við unnum með að töpum örugglega fyrir Dínamo Zagreb hérna í Evrópu. Þú veist, það var eitthvað, þú veist, 3 stiga tap. Þannig að, og þá var líka bara, maður heyrði þetta, þú veist, það bara gengur alltaf illa í janúar. Og ég var svona, já, þú veist, við spiluðum 2 lélega leiki, en við spiluðum 8 eða 9 leiki í mánuðinum. 2 voru lélegir, 7 voru fínir, en þau kannski passa okkur á að vera ekki svona ákveða að hlutinni sé alltaf á okkur hátt. Hitt er, þú veist, síðan bara raunin að það er meira myrkur hérna heldur fyrir sunnan í þessum mánuðum, þú veist, það er bara, við erum ekki að fara að breyta því. Það er nú bara raunveruleikin og þeim bara meðvituð það og hérna, þú veist, passa við séum frekar að í hádeginu og kvöldin og eitthvað svona á þessum tímum og þá er þetta verið allt í lagi, sko, en eins og ég segi, það er oft hægt að búa til svona að það sé eitthvað sem gerist alltaf, því það er oftast alls ekki þannig. Þetta er sem uppfylla okkar eins bátum. Já, það er alveg bara, þú veist, þetta er bara þekkt, þú veist, ég talaði við góðan vin minn sem tók við, þú veist, Keflavíkurliðið í fótbolta og hérna, og það var eitthvað held ég á þessa leið, hann var að þjálfa Keflavík og það var umræðan var að Keflavík var alltaf lélegt held ég síðustu 7 leikinn, lélegt eitthvað, það var eitthvað tími sem þetta alltaf var léleg og hann endaði að fara og reikna stigin síðustu 20 ár aftur í tíman og þá var þetta 2 sem hafði þetta gerst. Það voru allir að þetta væri alltaf, þannig að það tapaðist 1 leikur, það var bara alltaf í eitthvað, fyrsti leikur í annar umferð tapast eða alltaf, þú veist, þú heyrir þetta alltaf, þú fyrir kannski að trúa þessu, en það er oft ágætt að aðtúmast þessu satt eða ekki. En það sýnir samt líka dálítið svona hversu miklu máli þetta skiptir fyrir fólk. Já, þegar það einhvern veginn skiptur svona og ríkhaldur tilfinning. Já, þú sér líka bara að skiptir máli, fyrsti leikur mútið Hetti í æfingarleikur hérna með 400 manns í húsinu, það gerist ekkert við það á Íslandi, sko. Nei. Eða annars staðar, þú við var leikin? Já, það er svolítið þannig, sko. Ef við tölum aðeins um lit Tindastóls, sem er svona góð blanda af heimastrákum og svo atvinnumönnum sem hafa verið hérna lengi. Hvernig finnst þér svona, hvernig ferðu að því að ná því besta úr hverjum og einum? Þú getur kannski ekki púslað myndina sem þú vilt og bara með þennan efnivið, hvernig nýtur hann sem best? Sko ég held í fyrsta lagi, sko, þá náum maður aldrei því besta út úr öllum, ég held að það sé ekki til. Sá heimur, þú veist, þetta sé líka bara til sá heimur að þjálfarar eru misjafnlega góðir fyrir leikmenn, þú veist, þú getur verið frábær fyrir þennan leikmann en ekki annan og svo öfugt við næsta þjálfara. Og svo held ég við höfum ekki alveg, þú veist, við höfum ekki svona mikla stjórn eins og menn halda stundum, við getum bara
tvíka þetta allt til, en þú reynir bara númer 1, 2, 3 að vita styrkleika og veikleika fólks og setja það í aðstæður þar sem geta nýtt styrkleika sína og reyna að setja það í aðstæður þar sem þau þurfa ekki að nota veikleika sína og svo reynir að búa til umhverfi þar sem að fólki líður vel en veit til hvers ætlast það. Og þú segir fólki bara alltaf satt, sama hvort það sé auðvelt eða erfitt. Þetta sé svona það sem maður reynir að gera og þarna held ég að þú nærð að gera þetta vel, þá færðu bestu líkurnar á fólki um líða. En ég held að þetta sé svona, þú veist, það er ekkert einhver töfratakki á þessu, en ég held að, þú veist, kannski í grunninn sé bara mikilvægt, þú verður bara að geta sagt fólki satt. Því þá segir alltaf það saman. Þú segir að þjálfarar hafi ekki alveg svona mikil áhrif. Hversu mikil áhrif hafa þjálfarar? Og það er ekki, þú færst þetta sko, þú fær lið sem er bara á einhverju 0 eða þú fært í 15% í aðra hvora áttina, sko, gegn 15% lélegri eða 15% betri, sko, það er ekkert mikið meira það, sko. En hvernig er, þú veist, hvernig er uppskriftin á góðu liði? Hversu mikið er, sko, einhvern veginn bara kemistri á milli manna, hversu mikið skiptir þjálfarinn, hversu mikið skiptir bara líkamlegt form? Þetta er engin stefna, þú veist, það bara menn þurfa að vera í standi og menn þurfa að vera ósjálfríknir og menn þurfa að vera tilbúinir að gefa af sér og menn þurfa að skilja að, þú veist, að ákveðnir leikmenn með að gera annað og aðrir ekki og en ég held að sé engin fullkomin uppskrift að þessu, þú veist, bara ferðu og keppir og gerist bara. Já, playball. Já, það er stundum þannig, sko. Og svo bara gerist það sem gerist. Já, það er alveg raunveruleikinn, það er stundum þannig, sko. Það gerist bara sem gerist. Það er bara dálítið sett í hendurnar á leikmönnum og örlögin ráða smá, en það er samt búið að undirbúa eitthvað, það er hellingsundirbúningur sem á sér stað fyrir leikina. Já, þú veist, ég sem sagði að körfubolti er einfaldur og þjálfararnir gera hann flókinn, sko, eða íþróttir, en þú veist, auðvitað bara, við Kalli bara vinnum okkar vinnu, þú veist, í samvinnu við Ísak og svo erum mann sem heitir Richard sem er íþróttasálfræðingur og hann svona teymi sem vinnur að þessu og við erum bara allir með okkar hlutverk að reyna að undirbúa liðið þannig að þetta gangi sem best, sko, en jú, það er hellisundirbúningur og hóstum eru að undirbúa fyrir IS-seríuna og við erum búin að fara yfir slatta af því sem þeir hafa gert og gamla leiki gegn og annað slíkt og reyna að búa til, þú veist, akkurat þetta sem við töluðum þú veist, það verður allir að vita sem hlutverk, það verður allir að vita hvað þeir ætlast til að þeim og við erum að reyna að koma því í höndunum að við vitum hvað við ætlum að gera. Hversu mikið snýst undirbúningurinn þitt lið og hversu mikið leyti mótherjann? Þú veist, við viljum vita hvað þeir gera, við viljum vita hvað styrkleikar og veikleikar þeirra leikmanna eru en við viljum líka vita hvernig við nýtum fyrir það. Þú veist, en ég ekki getur sett í hverju prósentur en við viljum vita að þeir spila einhverja 3 mismunandi varnir og þegar þeir gera það ætlum við að gera svona. Og þú veist, þessi leikmaður gerir oft eitthvað en við ætlum að gera þetta mótið. Það er pínlítil breyting á bara skipulaginu milli eða eftir hver mótherji. Já, og þú veist, kannski minni í vetur en það hefur oft verið áður. Þú veist, eftir það hefur stuttur tíma. Á hve miklu leyti snýst svona undirbúningur fyrir leiki þitt lið og á hversu miklu leyti snýst það mótherja? Þegar þú komum við nálægt leiknum þá snýst það aðalega mótherjan, sko, en þú veist, eftir leik þá snýst það þig, hvað þú gerðir vel, hvað þú ætlast að vinna í og svo svona vinnur í því eftir því sem líður nær næsta leik þá fyrir að breyta þess þegar þeir gera svona og svona en þú veist, þó þú sérst í tala andstæðinginn þá ætlum það að vinna í sjálfu þér, þú ætlum að vinna í hvernig ætlum við að sækja og hvernig ætlum við að verjast honum þá er þetta snýst þig en þú verður að vera meðvitaður andstæðinginn og þó sem menn segja alltaf að við ætlum að spila okkar leik þá snýst það kannski það að þú ætlum að segja við ætlum að reyna að hafa leikinn á okkar forsendum. Við ætlum að reyna að hafa leikinn á því sem við gerum vel og reyna að taka í stöðu sem þeir gera vel. Og talandi kannski í svona stóra samhengi að hafa láta hlutina snúast sjálfa sig og gera hlutina sín með forsendum. Þú ert ekki bara að þjálfa meistaraflokk, þú gegnir öðrum hlutverkum. Já, ég er með akademíuna fyrir FNVF, bara tækniæfingar á mótana og svo er ég, þú veist, bara Kalli sem er yfirþjálfari, sem er aðstoðarþjálfari hjá mér, við erum saman hann allan daginn, þannig að við erum oft að svona diskutera eitthvað í yngri flokkunum og það er ekkert launungarmál við það að það eru sóknarfæri við getum gert betur og við þurfum að svona aðeins að breyta kannski kunningin með það og færa það í aðra. Færa á okkur forsendur.
Já, í raun og veru, þú veist, og finna leið, þú veist, hvernig getum við bæði haldið best utan á krakkana, þú veist, íþróttir fyrir okkur alla, en við þurfum líka að búa til árismenn og hvernig getum við gert það, og hvernig hefur við sem hæfasta þjálfara til að þjálfa og allt sem snýr að því, sko, og hvaða leið eigum við að fara og þú veist. Hlutir sem eru mikilvægir, þú veist, finna bestu verkefnin fyrir einstaklinginn og allt. En það er alveg sóknarfæri hjá okkur yngri flokkum að reyna að breyta þess hvernig við gerum hlutina og hvernig við gerum hlutina. Hvað heldur sé stærsta áskorunin í svona smámennu eða fámennu samfélagi? Það er svona eitt, þá erum við ekki rosalega fámenn, sko. Þú veist, við erum alveg 5.000 manna sveitarfélagi. Það er bara nokkuð stórt. Við þurfum að virkja í kringum okkur, sem hvort það sé mjög varmalið eða austan eða vestan við okkur. Það eru líka bæir þar sem kannski þetta virkja. Við þurfum að ná fleiri krökkum inn og það hefur svo sem gengið nokkuð vel núna á síðkastið með tilkomið Þór og Mar í yngri flokkum. Það eru stærri hópar að koma og þá er núna svona kannski það sem við þurfum að klára er að taka vel á móti þeim til að koma og reyna að halda massan. Það sé svona aðstöðu verkefni. Hvað heldur að segja vægi þess að hafa svona afreksmenn sem eru svona nálægir yngri iðkendum, sem eru bara að æfa í sama húsi, þeir eru bara að mætast á göngunum? Ég bara átta mig alveg á því, það er sjálfum sér, bara kannski breytir helling, kannski ekki, ég veit það ekki, sjálfum sér, og vonandi, við reynum að tala um það sem meistarúrslið að gefa okkur og gefa okkur tíma fyrir fólk kringum okkur og næsta rákan þess að gera það nokkuð vel. En kannski breytir það öllu fyrir eitthvað, ekki neina fyrir neitt, það er auðvitað alltaf aðhafa. En kannski líka bara, þetta er nálægðin og þetta er smæðið af stærð samfélagsins eftir hvernig við lítum það, en hvernig getum við gert gott betra? Það er góð spurning, sko. Ég er eiginlega bara að hugsa núna 5. daginn, sko. Ég næ ekki alveg kannski yfirsýnin yfir þetta allt, sko, en þetta íþróttafélagið er skemmtilegt og fólk er skemmtilegt og ég efast ekki að þetta verður bara vorið skemmtilegt. Takk fyrir að koma og spjalla með okkur. Takk fyrir mig. Og bara gangi ykkur vel í framtíðinni. Gangi okkur vel, það er gaman. Má ég heyra ef það heldur í þér lífi að vakna hverjum morgni og þú setur þig